Eru þið komið með þetta skjal? Ok, hæ. Þannig að ég ætla bara að byrja á að sýna ykkur hvernig Excelin virkar. Þið svo voru að mæta ná í þetta skjal, heitir kennsla Excelin á innu og mæti svo fyrir næst. Þannig að ef ég ætla að bæta við dálk inn í þetta skjal, dálkarnir heita hérna A, B, C og svo framvegis og línunar heita 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Þá, þið skulum bara herma alltaf eftir mér í dag. Þá myndi ég velja til dæmis dálk B, svona, og hægri klikka. Þið sem eru með Makka, þið verður bara að læra að hægri klikka. Það er aðeins öðru sem gert þar. Það skiptir ekki máli og veljið insert. Ef við veljum insert þar, þá bætist bara við dálkur. Og kannski áður en ég held áfram, ef þið eru mjög vön Excel, hafið til dæmis tekið upplýsingatækni og lært Excel þar, þá megið þið alveg hoppa í gátunum sem er sett inn á einuna. Þannig að þið séu ekki bara borið nefi hérna með fyrir yfir þetta. Ok, og svo náttúrulega bara ef ég vil taka þetta tilbaka sem ég ætla að gera núna, þá myndi ég fara að gera Ctrl-Z. Þess að undo bara. Sama á við ef ég ætla að bæta við línu. Ef ég ætla að bæta við línu, þá velja línuna í rauninni þar sem að nýja línan á að koma. Hægri klikka og vel insert. Þá bætist bara við lína í skjalið. Og svo ætla ég að fara hérna yfir nokkur atriði, þar sem við sjáum bara í valmyndinni. Þetta er mjög vördlegt og eðlilega. Þannig að við skulum bara velja eitthvað hér. Og ef ég ætla að setja svona í svona borders, ef þessi fylgir mér, þá velja ég hérna border valmyndina. Og ég get valið svona hér hvað ég vil gera. Vill ég hafa þykkan utan þetta allt saman eða myndi ég vilja hafa all borders. Það er mjög algengt að við gerum það. Ef ég gerir all borders og fer svo út úr þessu, þá sjáum við að það eru komin svona línur á alla kassana sem eru hérna í boði. Og það er mikið það í Excel að við ætlum að hafa kannski eitthvað atriði, eitthvað innihald, öðruvís en hitt, eitthvað sem skiptir meira máli að það er að hafa sérstaklega í huga. Þá gefum við því eitthvað lit og fill colorinn hér. Hann gefur okkur möguleika á því að velja eitthvað lit á þetta. Til dæmis hér. En ef ég ætla að hafa letrið bara litað, þá myndi ég velja þetta hér. Svona. Svo ef ég ætla að stækka letrið, þá er það bara hér. En sjá að gerist ekkert núna, þannig að hafa eitthvað valið sem ég ætla að gera. Ég get annarkvæmt valið að stækka þetta hér eða fara og setja eitthvað ákveðna stærðartölu á þetta. Ok, þá förum við næsta. Þið sjáu hérna eru reitir sem bjóða upp á það. Til dæmis ef ég væri með þetta stórt. Ef þetta væri svona. Ég kann stækka þetta sem með því að fara hérna á milli línuna. Halda inni takkanum og draga niður og þá stækkaði kassin. Ef ég vill ekki hafa þetta svona neðst, þá bara velja þetta hér. Svona og svona. Þá fer þetta fyrir miðju. Og ég vil hafa þetta hérna fyrir miðju, þá velja þessa valmynd. Eins og segi, bara grunnatriði. Þannig að þetta er mjög algengt í Excel að við viljum hafa þetta á hlið. Og þá er nú aðalega að vera að velja hér. Þess að við höfum textan á hlið hérna niður. Og þá myndum við bara gera svona. Svona. Og þetta notum við lítið sem ekkert. En wrap text, til dæmis
Ég ætla að bæta við þennan texta, bara mánudagur er bestur. Þá sjáum við að textin kemst ekki allir fyrir. Ég get þá valið hennar reit og gert wrap text. Þá býr Excel til bara fleiri línur inn í þessum kassa fyrir mig. Og ef ég myndi til dæmis velja núna reit, hérna, mánudagurinn, þá sjáum ég að hann nær yfir 2 reiti. Þennan og þennan. Ég get sameinað þessa reiti ef ég vil, en þá þarf að velja reitina sem ég ætla að sameina og fara í Merge and Center. Þá eru þessi 2 reitir orðnir að einum. Þetta er þó nokkuð mikið nota. Ok, förum þá yfir í hérna number. Þetta notum við mikið. Við skulum bara byrja á að bæta við aukastöfum. Ég vil með 1000, ég vil hafa 2 aukastafi. Þá er þessi hérna reitur notaði til að fjölga aukastöfum, með þessi til að fækka. Og oft erum við nú að nota 2 aukastafi. Þú sjáum við hérna kommuna. Ef ég ít á kommuna, þá sjáum við að 1000 fær punkt, eins og er oft vön að sjá. Og þá er oft bara þægilega að lesa tölur þegar með punkti, 1000 punkti. Og ef ég vil breyta þessu ykkur gjaldmiðil, þá get ég farið hérna og valið mér dollara eða krónur eða slíkt. Þá er formatið alltaf þannig að það kom upp krónur og með 2 aukastöfum. En ef ég vil fækka því, þá fer ég bara hérna og fækka. Það þýðir ekki nefnilega að skrifa inn krónur. Þá getum við ekki reiknað tölunar. En ef þessu bara út, ef þau eru að prófa ykkur áfram með þetta. Svona. Og næsta sem ég ætla að sýna ykkur hér er þessi hérna takki. Hann heitir AutoSum og hann er notaður alveg gríðarlega mikið í Excel. AutoSum sem þetta er takki sem að leggur saman fyrir okkur á svona fljótlegastan hátt. Ef ég ætlaði til dæmis að leggja saman þessar hérna tölur, segjum bara ég myndi bæta við hérna samtals og ætlaði svo að fá ykkur að hérna tölu hérna við neðan, þá velja reitina sem ég vil að talan komi, íti á AutoSum og Excel giskar sem þetta alltaf á fyrir þig hvað þú ætlar að fara að leggja saman. Og í þessu tilfelli þá bara giskar hann á rétt, ég ætla að leggja alla tölunar saman og þá get ég bara gert enter. Þá kemur heildartalan bara beint fyrir neðan. Ef við förum aftur á móti tilbaka núna og gerum nákvæmlega sama, ef við ætlum bara að leggja saman föstudag, laugardag og sunnudag og AutoSum kæmi svona með þetta, þá getum við farið bara inn í þetta og dregið yfir það sem við viljum reikna. Svona, þá myndum bara leggja saman þessa daga. Það er svona venjulegt. Og svo, ef ég einhver hluta vegna vildi allt í einu hafa þetta í stafrófsröð, þá myndi ég fara hér. Sem sagt, fyrsta stafrófsröðin væri efst, þá myndi þetta gerast svona. Og hérna kemur Expand the selection. Nú er Excel að spyrja mig, hvað ætla ég að gera? Viltu að ég raði þessu upp í stafrófsröð en tölurnar verði áfram á sínum stað? Eða viltu að ég raði þessu í stafrófsröð og hver tala sem fylgdi ákveðnum degi haldi sér við hliðina á þeim degi? Og það er það sem ég ætla að gera. Ég ætla að velja Expand the selection. Þá sjáum við sem þetta að 2000 kallinn hérna sem fylgir þriðjudeginum mun fylgja honum hérna aftast. Þetta voru að passa okkur á að muna eftir. Það er svona búin að fara yfir að helsta í hérna home flipanum og veljið þá næsta flipa sem heitir insert valmyndin og veljið síðan insert flipan hann uppi.
Við notum ekki margt hérna, en það sem við notum ætla ég að sýna ykkur. Við skulum fara í það. Þeir eru til að draga yfir fyrir mig allt þetta sem er hér. Þannig að þetta verði valið. Förum svo og búum til súlurit. Það er mikið gert af súluritum hér. Og veljum bara fyrsta súluritið þarna í 3D kolum. Þannig að þetta komi svona út. Og þegar þetta er komið svona hjá okkur, ýti ég þá bara á OK. Eða velji þetta bara. Ég sjá líka leið á komin mynd, þá breytist valmyndin hérna fyrir ofan. Það er komið inn eitthvað sem heitir chart design og svo framvegis. Og ég vil kannski bara breyta þess aðeins, ég vil hafa þetta svona svart. Og ekki nóg með það, þá er búið að bætast við eitthvað sem heitir data labels. Það sýnir sem að gildi á hverju súlu, hérna. Og ef ég vil bæta einhverju meira við í rauninni, þá get ég farið til dæmis í quick layout hérna uppi. Þá sjáum við hvað myndi bætast við ef við veljið eitthvað hérna inni. Ef ég hef þetta svona, þá bætist við series hérna. Ekkert hér. Hérna til dæmis, þá myndi bætast við eitthvað svona fótur. Þetta nota ég ekki mikið, en stundum er bara mjög þægilegt að nota þetta. Ég er meiri að fara í hérna add chart element við hliðina. Og ég er að velja með svona axis titles. Þessi til dæmis, ef ég vel bara hann, þá bætist við hérna eitthvað sem ég get tvíklikka á og gefið nafn, vikudagur, svona. Og ég vel aftur ritið, þá opnast fyrir chart design, vel aftur axis titles og þá kemur primary vertical, það er samt hinn ásinn. Og ég myndi kannski bara skrifa laun þar. Þetta er núna það sem við notum ansi mikið þarna í þessu. En meira ætla nú ekki að sýna ykkur í insert. Er ég að fara og hratt yfir? Þá bara stoppið mig ef það er. En eins og segi, við byrjum bara svona grunnatriðum. Förum núna í flipan sem heitir reikningur. Við skulum segja eins og svo að þetta séu bara, þetta sé tímakaup sem við erum að sjá þarna. Og þið séu að vinna, skellum bara 8 tíma á hverjum degi. Og núna, ég held að þið gerir ykkur grein fyrir því að við með 1000 kall á tíman, vinna 8 tíma á dag, þá viti hvað er að fara að fá fyrir daginn, eða ekki? Ok, það er gott. Af því annars verður þetta erfiður áfangi fyrir ykkur. Herru, flott mál. Þannig að, hvað heldur sé best að gera hérna? Ég ætla að sýna ykkur bara hvað Excel býður upp á. Þannig að nú langar mig að fá laun per dag. Svona. Og nú sjáum við til þess að ég skrifaði inn í kassan laun per dag, en þið sjáum líka að þetta er ekki alveg nógu stórt. Það er eina sem þið þurfa að gera þarna, ef þið viljið að þessi hérna sé nógu stór fyrir hennan texta sem við vorum að skrifa. Þið getið tvíklikka hérna milli D og E. Þá stækkar hann sjálfkrafa í það sem þarf. Gerist þetta hjá okkur? Ok, núna ætla ég að finna út sem hvað mánudagurum myndi gefa mér. Og þá ger ég jafnt og. Við skrifum svona rosalega lítið af tölum inn í útreikningi Excel. Mjög lítið. Ef ég gerir jafnt og, vel 1000 kallinn, svo sinnum, 8 hérna, þá fæ ég 8000. Þið byggust alveg við þessu þegar ekki. Gekk þetta ekki upp? Þögn sama samþykki. Ok, en
Og þið flest myndu halda það, ok, ég geri þá þetta bara við allt hitt. En það er ekki alveg svoleiðis. Excel býður upp á aðra leið og nú skulum við bara fara á reytin sem að þið voru að gera þetta. Við skulum bara prófa að gera þetta aftur. Ok, nákvæmlega sama byrjum við á. Jafnt og 1000 kallinn sinnum 8, ekki íta strax á enter. Og þið sjáu að þessi reytur, það sem 8 er, hann heitir G2. Og ef við förum núna hérna upp í skipanalínuna og staðsetjum okkur á milli G og 2 og skrifum núna dollaramerki. Við setjum dollaramerki á milli og ítum svo enter. Þá fáum við áfram 8000 en þetta dollaramerki gegnir úrslega mikilvæga hlutverki. Það sem sagt festi gildið í þessari formúlu sem ég var að setja upp. Þannig að ef ég dreg niður, þið sjáu ef við veljum reytin núna, 8000 kall reytin, þá sjáu það er svona pingu lítill kassi neðst til hægri í honum. Og þegar þið farið yfir reytin þá er svona feitu plus sem kemur, en ef þið farið yfir þennan pingu litla kassa, þá kemur svartur mjór plus. Erum við samanlega þessu? Ef þið haldið ykkur á þeim stað, þar sem þessi svarti plus er, og ítið núna á músina eða hvað sem eru með, haldið inni og dragið niður og sleppið, þá koma öll launin fram. Sem sagt, það sem ég var að gera, ég var að festa þetta gildi, þannig að talan hérna og hérna og hérna og hérna og hérna myndi alltaf nota 8 hérna, þennan reit. Ef ég hefði ekki gert það og ætlaði að draga niður, þá myndi þriðjudagurinn vera reiknaður með 2000 kalli og þessum reit sem er tómur. Það hefði ekkert komið út. Ok. Og samið til dæmis, ef við myndum reikna núna bara setja samtals hérna, átósam á þetta og ítum bara á enter. Þá er þessi hérna svarti kross að bjóða okkur alltaf upp á það, já, ætlar síðan bara að gera það sama síðan ef þú myndir draga til hægri. Þannig að ef ég myndir draga nú til hægri, þá myndi ég mitt vilja reikna saman þetta hér. Þannig að ég get dreigið svona og þá fæ ég útkomuna fyrir allt þetta hér. Ok. Þetta er svona helsta í þessu. Maður setja alltaf upp formúluna bara nákvæmlega sem maður myndi að setja þar á blaði. Ef ég ætla að leggja þetta saman, maður bara gera alltaf jafnt og það munið bara, þið eruð ekki að fara að skrifa töluðan inn í reytin. Þið eruð ekki að fara að gera 1000 plus 8000. Það virkar alveg skilji, en það bara, við gerum það alls ekki. Því að þá þurfum við alltaf að gera þetta við hvern og einn kassa. Við myndum vissulega að gera þetta ef við verðum að læra þetta í bók. Við erum ekki þar. Ok. Þannig að þetta er svona helsta sem við þurfum að læra þetta. En við skulum fara í næsta flipa. Hann heitir reikniföllin. Það notum við aftur á móti gríðarlega mikið. Og áður en við gerum eitthvað annað, þá skulum við stækka aðeins hérna D-dálkinn. Svona. Og þegar ég skrifa fyrir mig smá, það er hæsta gildi, lægsta gildi, meðaltal, staðalfrávik. Mögulega vitið ekki hvað það er, en það er eðlilegt, það kemur seinna. Ok. Og kannski að því við erum að finna lægsta gildi, við skulum breyta. Yfirmaðurinn kemur allt í einu bara og gefur þér, það var 500 kall allt í einu tíma þar. Ok. Sem það sem er að fara sýningu núna er eitthvað sem við notum alveg gríðarlega mikið. Og þá skulum við fara hérna í reit sem er hérna hliðin á stóru skipunarlínunni. Hann heitir FX. Það kemur upp svona valmynd hjá okkur. Og ég veit ekki hvað stendur hjá ykkur hér í þessari línu, en þið skulu velja þar all.
bara svona þegar við erum að byrja. Hæsta gildi í Excel er fundið með reiknifalli sem heitir max og það þurfum við að finna þarna inn í þessum lista hérna. Hann er alveg gríðarlega stór, en það sem þið getið gert er að þið getið ýtt eitthvað staðar, segjum bara að þið veljið einu sinni ACOS, ef ekki segja þetta heiti það, en skrifið hérna, minni mig, ja, það er óþarfi, getur bara gert svona, skrifið þið frekar hratt, MAX. Gekk það? Fóruð þið ekki þá inn í listan sem heitir max? Ok, það er engin nei. Þannig að ég ætla að íta OK núna. Þá kemur upp valmynd fyrir reiknifallið max. Og hún er raunin að spyrja, ok, hvað ætlar að finna þetta hæsta gildi? Hvað ætlar að finna hver er hæsta talan? Úr hvaða tölum ert að vinna? Nú, ég er að vinna úr þessum hérna tölum. Ég dreg þá yfir þær tölur sem ég er að vinna með. Og þá sjáum við að bilið B2 til B8 eru mitt tölunar hérna. Virkar þetta svona hjá okkur? Og ef þið ítið á OK, þá fáið þið að hæsta gildið af þessum tölum er 4000. Make sense? Hvað haldið þið að reiknifalli heiti fyrir lægsta gildi? Min er rétt. Finnum það. Bara nákvæmlega eins. Min. Og drögum svo bara yfir eins og áðan. Og lægsta gildi kemur þá 500 hjá okkur, passa það ekki? Og svo meðaltal, þetta er sem algengasta stærð sem unnið með í tölfræði, það er meðaltal. Þannig að hver ætli meðallaunin hjá manni séu ef maður væri með þetta svona. Þannig að ég fer þá aftur í FX, þetta lærist. Og nú ætla ég að velja fall sem heitir average, average. Það er svo sem nóg, mann er svo sem aldrei að skrifa það á okkur eldhraða, en ef við skrifið AV, þá er allan að komin hérna í listan sem er svona ansið nálægt þessu. Og ef ég skrolla bara eins niður, þá sé ég að næsta reiknifall, það er einmitt average. Veljum það. Svona. Drögum við tölunar sem umræðir. Þessar hér. Þá vorum við að vinna úr réttum tölum. Og ok, fáið þið 2214. Fínt. Eru til að bæta við 2 aukastöðum fyrir mig. Þá sem þetta þurfum við að hafa tölun að valda. Bætum við 2 aukastöðum, þá sjáum við að þetta er 2214,29. Sammála? Förum þá í síðasta og staðafrávik heitir í reiknifallslistanum STDF. Þannig að ef ég skrifa bara STD, þá ætti það að koma upp fyrst. Ætli þetta sé ekki næst algengasta stærðin í tölfræðinni sem við notum. Ég skal bara útskýra hana þegar það kemur. Ok, veljum það. Drögum við tölunum sem umræðir. Svona. En í stuttu máli er staðafrávik meðal fjarlæg talnanna frá meðaltali. Það er nú ekkert mikið flóknar útskýring en það. Nú held ég mitt að ég sé búin að fara yfir svona það helsta sem þið þurfum að kunna áður en við byrjum á þessum áfanga. Og ég er með eitthvað sem heitir annað hérna, þið eru ekki með það. Þegar þið leysið núna gátunum sem ég sett inn, eru eitthvað búin að kíkja á hana? Eru þið til í að opna fyrsta verkefni í áfanganum? Það heitir gátan.
Eða gáta Einsteins eða eitthvað. Þegar þessi gáta kom fyrst á sjónarsvið, þá var talið að eingöngu 2% mannkyns gætu leyst hana. En það var þó þannig að þú horfðir á gátuna sem sagt og leystir hana. En það er mun algengar en hitt að sem sagt nemendur leysi bara þessa gátu. En þetta skiptir allt máli hvernig þú setur upp sem sagt upplýsingarnar. Það er rosalega erfitt og ég held að ég sé nú ekki eina af þessum 2% sem getur bara hort á þetta og svarað ykkur síðan hver á fiskinn. Þetta er ekkert trick question með þetta. En ég ætla að byrja á að gefa ykkur startið, bara eitt. Ég er ekkert að segja ykkur eitt eða neitt, það er bara í rauninni spurningin. Hvar á ég að byrja í þessu? Þannig að við sjáum í gátunni þarna að það eru gefnar 15 vísbendingar eða upplýsingar. Þetta er eitthvað sem að þið þurfið að vinna með alveg. Og ég held að það var alltaf best að byrja á númer 9. Það sem stendur, Norðmaðurinn býr í fyrsta húsinu. Ok. Ég er samt að reyna að útskýra fyrir ykkur hvernig á ég að fylla inn í þetta form hérna. Ég veit sem þetta eru 5 hús þarna. Ég veit að það er verið að gefa upp lit á húsi, þjóðerni, þess sem býr í því, hvað hann drekkur, hvað hann reykir og hvaða gæludýr hann á. Þannig að ef ég myndi byrja núna, þá myndi ég segja Norðmaður. Þið eru búin að til. Já. Það er bara svona þetta litla fikt sem ég ætla að biðja ykkur um að búa til í Excel. Svona. Og svo koll að kolli. Þetta er ekki auðveld gáta, langt í frá.